Tómasarguðspjall, vers 1-15. Þetta eru hin huldu ummæli sem hinn lifandi Jesús mælti og Dídíamos Júdas Tómas skráði. Og hann sagði: Hver sem uppgötar túlkun þessara orða mun ekki verða dauðanum að bráð. Jesús sagði: Sá sem leitar ætti ekki að hætta fyrr en hann finnur. Þegar hann finnur verður honum brugðið og hann mun fyllast undrun og hann mun ríkja yfir öllu. Jesús sagði: Ef leiðtogar ykkar segja við ykkur: Sjáið, ríki föðurins í loftinu fyrir ofan ykkur, þá munu fuglarnir hafa forgang fram yfir ykkur. Ef þeir segja: Það í djúpinu, þá munu fiskarnir verða teknir fram yfir ykkur. En himnaríki innan með þér og utan við þig. Þegar þið lærið að þekkja ykkur sjálf, þá munið þið þekkjast og ykkur mun skiljast að þið eru börn hins lifandi föður. En ef þið þekkið ykkur ekki sjálf, munið þið lifa í fátækt og verða fátæktin sjálf. Jesús sagði: Hinn aldraði mun ekki hika við að spyrja 7 daga gamalt barn staðinn sem lífið geymir, og hann mun lifa. Því margir hinna fyrstu munu verða síðastir og þeir munu verða einn og hinn sami. Jesús sagði: Lærðu að þekkja það sem fyrir framan þig, og það sem þér hulið verður þér ljóst. Því ekkert hulið sem ekki verður gert opinbert. Lærisveinar hans spurðu hann og sögðu við hann: Viltu að við föstum? Hvernig eigum við að biðjast fyrir? Eigum við að gefa til fátækra? Hvaða mataræði eigum við að tileinka okkur? Jesús sagði: Ljúgið ekki og gerið ekkert það sem ykkur mislíkar að gera. Því allt undir himni sýnilegt. Því ekkert falið sem ekki verður gert opinbert, ekkert leynt sem hulunni verður ekki svipt af. Lánsamt ljónið sem mannlegt verður þegar neytt að manni, og bölvaði sá sem ljónið etur og verður að manni. Og hann sagði: Maðurinn eins og vitur veiðimaður, sem kastaði neti sínu í sjóinn og dró upp úr sjónum fullt af smáfisk. Á meðal þeirra fann hann fiskinn mikinn. Hann átti í engu vandkvæðum að velja þann stóra og kastaði öllum hinum smáu aftur í hafið. Hver sem eyru hafi, heyri. Jesús sagði: Sá maður gekk út með handfull af fræjum sem hann dreifði. Sumt lenti á veginum og varð fuglum að bráð. Önnur félli í grýtta jörð, festi ekki rætur og gáfu ekki af sér uppskeru. Önnur félli meðal þyrna sem kaffarðu fræin og urðu orma fæða. Önnur félli í frjóan jarðveg og gáfu af sér mikla uppskeru, 60-falda og 120-falda. Jesús sagði: Yfir heiminn hef ég varpað eldi sem ég mun standa vörðum þangað til hann verður að báli. Þessi heiminn mun líða undir lok og sá sem ofar honum Hinir dauðu ekki lifandi og þeir lifandi munu ekki deyja. Forðum daga neyttið þú þess sem lífvana var, svo lifandi varð. Þegar sú stendur önnur upp, að þú dvelur í ljósinu, hvað muntu þá gera? Þú varst að 2 daginn sem þú varst að 1. Lærisveinarnir sögðu við Jesús: Við vitum að þú munt fara frá okkur. Hver á þá að leiða okkur? Jesús sagði við þá: Sama hvar þið eruð, leitið til Jóhannesar hins réttláta, en fyrir hans sakir urðu himinn og jörð til. Jesús sagði við þá:
Líki mér við eitthvað, segi mér hverju ég líkist. Símon Pétur sagði við hann, þú ert eins og sendiboði. Matteus sagði við hann, þú ert eins og vitur heimspekingur. Tómas sagði við hann, kennari, munni mínum er fyrirmunað að segja hverju þú líkist. Jesús sagði, ég er ekki kennari þinn. Þú ert ölvaður af þeirri freyðandi uppsprettu sem ég hef veitt ykkur af. Og hann tók Tómas afsíðis og sagði honum 3 hluti. Þegar Tómas sneri tilbaka til vina sinna, spurðu þeir hann, hvað sagði Jesús við þig? Tómas sagði við þá, ef ég segði ykkur frá einu einasta af því sem hann mælti við mig, þá munu þið taka upp grjót og grýta mig, og eldur mun stíga frá steinunum og gleypa ykkur. Jesús sagði við þá, ef þið fastið, kallið þið yfir ykkur syndina, og þið munu verða fordæmdir fyrir að biðja, og ef þið veitið ölmusu, munu þið skaða anda ykkar. Þegar þið haldið inn í eitthvert hérað og gangið sveitirnar, þegar fólk býður ykkur inn, neitið þess sem það ber að borð fyrir ykkur, og læknið sjúka á meðal þeirra. Því svo er háttað að það sem fer inn munninn saurgar ykkur ekki, heldur það sem út munninn kemur. Jesús sagði, þegar þið lítið augum þann sem ekki er af konu fæddur, skuluð þið falla fram á andlit ykkar og tilbiðja. Sá er faðir ykkar.